Komið sæl. Ég heiti Sigrún Harðardóttir og lektor við félagsráðgjafardeild og það mér sönn ánægja að fá að segja ykkur örlítið og kynna aðeins fyrir ykkur BA-nám í félagsráðgjöf sem mjög fjölbreytt og krefjandi nám og skemmtilegt. Ég ætla aðeins að fara yfir segja ykkur frá uppbyggingu námsins, hvað við erum að fást við, inntökuskilyrðum, aðeins að fjalla BA-ritgerð sem lokaverkefni í BA-námi og síðan tækifæra námi loknu, hvað varðar störf og þá möguleika á frekara námi. En í grunnnámi í félagsráðgjöf lögð áhersla á að nemendur kynnist starfsvettvangi og starfsaðferðum félagsráðgjafar og fái innsýn í félagsleg vandamál og afleiðingar þeirra og öðlist þekking á velferðarkerfinu og fái þjálfun í aðferðafræði félagsvísinda. Og þessar áherslur eru í samræmi við siðareglur félagsráðgjafa sem segja að grundvöllur félagsráðgjafar sé virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga sér stað. Þetta svona megin áherslur í starfi félagsráðgjafa og við sjáum í náminu að það auðvitað lögð sú áhersla í náminu, í námskeiðunum. En inntökuskilyrði í félagsráðgjafanám, BA-nám við Háskóla Íslands bara það sama, eru þau sömu og inntökuskilyrði í Háskóla Íslands, það sem stúdentspróf. En það auk þess hægt að sækja undanþágu frá þessari meginreglu, en sú undanþága náttúrulega háð fjölda eininga sem lokið í framhaldsskóla og starfsreynslu og það þarf að sækja til deildarskrifstofu varðandi þessa undanþágur. En ef við snúum okkur nú að uppbyggingu námsins þá þarf að ljúka 180 einingum til þess að fá BA-próf og námið skiptist þannig að það skyldunámskeið, það 150 einingar, valnámskeið eru 18 einingar og síðan það BA-ritgerð sem 12 einingar. Þrátt fyrir þessi valnámskeið innan deildarinnar þá líka möguleiki á að fá að sækja að taka valnámskeið í öðrum deildum Háskóla Íslands í samráði við deildarskrifstofu. En ef við skoðum aðeins nánar uppbyggingu námsins og hvað kennt á hverju ári, þá sjáum við hér að eru námskeið sem kennt fyrsta árið, haust og vor. Þannig ef þið komið til okkar í haust, þá þetta námið sem þið myndu taka næsta vetur. Mjög áhugavert og skemmtilegt. Og þannig sjáum við til dæmis haustið, þá námskeið sem heitir almenn félagsráðgjöf og námskeið sem heitir samvinna og samfélagsleg nýsköpun í velferðarþjónustu, áfengis- og vímuefnamál, fræðileg vinnubrögð í háskóla sem mjög mikilvægt námskeið og félagsráðgjöf og íslenskt þjóðfélag. Og vorið þá komið að aðferðafræði, rannsóknar aðferðum félagsvísinda, félagsmálastefnur, velferð og vandi, fjölskyldur og fjölskyldustefna, þroski, samskipti og tengsl, kenningar og lífskeið og tengslamyndun, áföll, sorg og sálræn skyndihjól. Og annað árið svona byggt upp. Þarna sjáum við að þetta bæði fræðileg námskeið kenningar og líka aðferðafræði. Það tölfræði og gagnagreining og mjög gagnleg og áhugaverð námskeið og í vorrauninni þá sjáum við síðasta námskeið sem heitir ofbeldi og vanrækslu í fjölskyldum. Það líka mjög áhugavert. Svo á þriðja árinu þá komið að BA-ritgerðinni og nemendur geta valið hvort þið taka BA-ritgerðina haust eða vori.
Og með BA-ritgerðinni þá eru líka nokkur námskeið, fjölmenningafélagsráðgjöf, samfélagsvinnu og notendasamráð, inngangur að eiginlegu rannsóknar aðferðum og fötlun og samfélag. Vorið þá var náttúrulega BA-ritgerðin fyrir þá sem ekki tók hann haustið og síðan námskeið stjórnun og námskeið félagsmála og löggjöf þar sem fjallað barnavernd, fjölskyldu og erfðarétt og síðan valnámskeið. Og hér dæmi valnámskeið sem í boði innan deildar. Þau eru mörg hver mjög áhugaverð og menn geta valið eftir áhugasviði hvaða námskeið af þessu þeir taka. Og eins og ég sagði áðan, þá líka hægt að taka námskeið úr öðrum deildum með samþykki deildar. Og síðan það BA-ritgerðin sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá að nemendur vinna BA-ritgerðin undir leiðsögn kennara og í upphafi annar þá hittast kennar og nemandi og fara yfir skipulag og mögulega rannsóknarspurningu og uppbyggingu ritgerðar og svo það bara unnið alla önnina í samstarfi. Þannig að nemendur og kennari hittast og fara yfir og svona skiptast á skoðunum. Það mjög fjölbreyttar BA-ritgerðir eða fjölbreytt verkefni sem nemendur velja sér í félagsráðgjöf. Ég get nefnt ykkur nokkuð dæmi til dæmis heiti á ritgerðum eða nýlegum ritgerðum. Það til dæmis einelti í framhaldsskólum, birtingamynd og aðgerðir, tölvufíkn, helstu einkenni og áhættuhópar, félagslega þarfir kvenfanga, þverfaglegt samstarf fyrir þolendur ofbeldis, röskun og einhverfurófi, áhrif á fjölskylduna, félagsráðgjöf í grunnskólum, aðkoma að félagsráðgjafa, að persónulegri ráðgjöf í skólum. Þannig að þið sjáu bara á þessari upptalningu hvað verkefnin eru fjölbreytt og fara auðvitað eftir áhugasviði nemenda. Tækifæri að námi loknu, þannig að langflestir sem í BA-námi hjá okkur, þeir stefna á að fara í starfsréttindanám sem 2 ára nám við félagsráðgjafardeild. Það klínískt nám sem veitir löggild starfsréttindi frá landlækni og það líka bara fínt að segja frá því að það bara atvinnumöguleikar eru mjög góðir í félagsráðgjöf og framtíðarspár sýna að það verður þannig áfram. Og félagsráðgjafar vinna náttúrulega á mjög mörgum stöðum fyrir félagsþjónustu, barnavernd, í skólum, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu með börnum og öldruðum í málefnum fatlaðs fólks og á vettvangi nýbúa. Þannig að það rosalega fjölbreyttur starfsvettvangurinn. En ég bara vona að þessi stutta kynning hafi vakið áhuga einhverja til þess að skoða enn frekar námið í félagsráðgjöf sem ég mæli heilshuga með. Það mjög fjölbreytt, áhugavert og krefjandi. Og ef það einhverjar spurningar, þá endilega hafið þið samband við Jón Kristján Rögnvaldsson sem deildarstjóri félagsráðgjafadeildar og hann líka félagsráðgjafi og hefur verið starfandi sem félagsmálastjóri, þannig að hann veit heilmikið bæði námið og störf félagsráðgjafa. Þannig ekki hika við að hafa samband við hann ef einhverjar spurningar hafa vaknað. Og svo líka hægt að hafa samband við nemendaþjónustu félagsvísindasviðs. Það hægt að hafa samband þangað og eða taka þátt í netspjalli, senda þar inn fyrirspurnir. En að lokum bara kærar þakkir fyrir áhorfið og ígrundið þetta vel að skoða nám í félagsráðgjöf. Takk fyrir.